Herru, strákar, velkonir. Takk. Herru, það er FH sunnudaginn. Hvernig svona leggst sá leikur í ykkur? Bara mjög vel sko. Það er ekkert, bara basic held ég, eins og alltaf. Já, það leggst bara mjög vel í mig sko. Ég held að FH eru kannski í smá lagi núna, en ég held að það er bara best að segja sér nokkuð núna í langa tíma á móti FH sko. Já, ég er sammála, það leggst bara vel í mig og sammála Jonna þarna. Við erum að hitta FH á góðum tíma. Ég reikna með að þeir gera einhverja breytingar á sínu liði, enda hafa verið hikstandi og við komum til með að nýtóku það og þetta er 2-0 sigur hjá okkur. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Ég er endur ekki alveg sammála því. FH eftir að koma dýri vittlausir. Já, ég er mjög sammála því. Ég held að þetta er að fara 2-2 og þeir jafna á síðustu mínútunni. Strákarnir áttu fína sprett með KR. Hvað teljið þið að strákarnir þurfa að gera til svona úrslitunum á móti FH? Bara mæta til leiks strax sko. Ekkert vera að gefa einhver 2 mörk og byrja svo að spila fótbolta sko. Bara byrja þetta strax held ég. Já, það er bara eitthvað að segja sko. Ég held að það sé nú ekkert eitthvað gríðarlega mikilvægt sem það er að breyta sko, nefnum bara að mæta til leiks og vera alveg vitlausir í þessu. Við verum alveg vitlausir núna, það er nokkuð ljóst. Já, það er satt sem ég segja, við erum náttúrulega að byrja á fyrstu mínútu en ég vona svo sannarlega að við pressum FH-ingana líkt og við gerum hjá KR-ingunum vegna þess að það hefur verið veikleikamerki hjá FH undanfarin ár. Liðin sem hafa pressað þau hafa oft náð góðum úrslitum, þannig ég vona að við pressum FH-ingana. Ég er bara sammála þessu. Það voru lítið að segja annað sem að strákuðin er að segja. Já. Og það uppbytun fyrir leikina ekki? Já, hún byrjar 3. Við viljum fá flesta hingað. Það skiptir ekki máli hvað er gamall, hvað er stóri eða feitur eða bara fá alla hingað. Alla þossar allavega. Já. Síðan selja bólina hérna, 2000 skall. Ekki neitt. Fá flesta í rauðu. Gera stúkanu rauða og gera allt brjálað þarna. Við erum líka í smá samkeppni með að vera bestu stuðningsmanna landsins. Já, það er náttúrulega má ekki gleyma því heldur. Nei. Við höfum allt sem þar, glæsilegt húsnæði með 2 landsliðsmenn, Odd Gretas, Aron Wall. Við erum allt hérna. Þannig að við ætlum bara að reyna að gera þetta sem stærst og best. Hafa gaman að þessu sumar. Og þið verður líka á innheimtudeginu? Já, við ætlum að reyna að vera með bás á innheimtudeginum þegar krakkarnir eru að koma og borga æfingagjöldin og það er alltaf að reyna að selja bóli. Þannig að endir að bíða með pappa að koma með 2 skall auka á innheimtudegin. Og svona eitthvað að lokum til stuðningsmanna? Já, bara eins og Dóri sagði að koma hingað og upplifa stemninguna og ef menn vilja það ekki þá allavega koma í rauðu á völlinn, grafa upp gamla rauða kraftgalan og mæti honum. Það er enginn sem er óvelkomin hingað sko. Þannig að það er með þess að káa með sem voru að koma hingað inn. Þeir eru bara orðnir þossar sem er fínt. Þannig að bara, já. Svo er ekstra sérstaklega uppákoma hjá okkur í stúkuna á sunnudaginn. Þannig að þú verður bara að mæta til að fá að upplifa og sjá það. Það er sama hvort það sé kalt eða snjókoma. Það verður bara að mæta til að sjá það. Þannig að ég er ekkert að horfa til sjónvarpinu, þú mætir bara. Það er meira sem ég vil segja, bara þeir fyrir klúbbinn. Herru, stökar, takk hérlega fyrir og sjáumst á sunnudaginn. Deyja fyrir klúbbinn, na 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 na. Deyja fyrir klúbbinn, na 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 na. Deyja fyrir klúbbinn, na na na.